Málfríður? Það er Málfríður. Settu bara hérna. Og það skiptir sem ekki loftið í loða. Náttúrulega síman hjá henni. 8-9. Já, nú er þessi hérna kominn í vikið. Ég að fara eftir viku í göngur. Já. Bjargar hrossum eða rollum. Já. Svona allavega ná standa á þessu. Og hvað hérna þarf að gera fyrir þennan hnakk? Það þarf að stoppa í þennan. Já. Ég sé svona fyrst og fremst þurfum svo bara að þrífa hann og bera á hann. Já. Það er orðið grjóthart. Ef við ekki búið á þetta reglulega, þá endist þetta náttúrulega skemur og það eru töluvert verðmæti í hnökkum í dag. Heldur betur. Hérna er hann aðeins að missa lit. Ég veit ekki hvort þetta er skítur eða hvort að liturinn að gefa sig, þá verðum við að frískupa það. Já. En það verður spennandi eftir smá tíma að sjá hvernig þessi lítur út. Já. Og svona tökum við á haustin í yfirhalningu. Það er ekki allir sem nenn að vera að bera á og þrífa, sem finnst þetta hundleðileg. En við erum alltaf með hófolíu og leðurolíu og leðurfetti og leðursápu. Ja. En svo tökum við þetta á okkur líka og við köllum þetta djúpressa, það lítur út eins og nýjar rættir. Já. Við kíkjum á hann þegar það er búið að taka hennan í gegn. Hvað er þetta bara að vera? Ég er ekki með... Þetta er 99. Síðan það að setja dýnurnar undir aftur. Það er smá vesen á þessum af því að það er móttökin fara í gegn dýnuna. En til þess að hugsa vel þetta þá er náttúrulega margir sem geta gert þetta sjálfur en við bjóðum líka upp á það að fólk komi með það og við klössum það upp fyrir það. Fyrsta dýnugróna. Þá er þessi dýna bara komin tilbúin.